Jæja, góðan dag. Vífill Karlsson heiti ég og ætla að kynna fyrir ykkur hvernig á að lesa úr íbúakönnuninni sem ég kalla íbúakönnun á Íslandi og í rauninni svona landfræðileg greining. Og þetta unnum við hjá SSV ásamt atvinnu- og landshlutasamtökunum flestum öðrum stöðum nema á Norðurlandi eystra og Austurlandi. Þetta eru hugsað sem greiningartæki fyrir sveitarstjórnarmenn og þá sem eru í þessum byggðamálum og landshlutasamtök og þess háttar. Þannig að þetta svona, það verið að taka á ýmsum mikilvægum þáttum varðandi búsetu fólks og hvernig fólk þrífst á þessum landsvæðum. Og þessi lituðu reitir eru þá í rauninni landsvæðin sem tóku þátt í þessu og þetta eru 19 landsvæði, landshlutar og það sem sagt voru Norðurland vestra, Vestfirðir, Vesturland, Suðurland og Reykjanes sem voru með að þessu sinni. Og vonandi verða síðan fleiri með næst þegar við framkvæmum þetta. En við reiknum með kannski að framkvæma aðra svona 2019. Þessi könnun var framkvæmt 2016 fyrir Vesturland, Norðurland vestra og Reykjanes, en 2017 fyrir Suðurland og Vestfirði. Það eru í rauninni, 3 megin kaflar, ég voru að kalla kafla eða yfir hlutar sem að greiningin skiptist í. Og fyrsta almenn velferð íbúanna, ánægja þeirra og framtíðar áform. Númer 2 þarna vinnumarkaðar og svo 3 eru búsetuskilyrði. Hvað vorum við að gera, eða hvað erum við að tala um með almennu fyrsta kaflan? Þar spurðum við fyrst hamingju íbúanna og síðan spurðum við þessari spurninga á heildina litið, hversu jákvætt eða neikvætt viðhorf þitt til sveitarfélagsins sem þú býrð. Og síðan telur þú almennt séð það vera gott eða slæmt að búa í landshlutanum og síðan að síðustu finnst þér líklegt eða ólíklegt að þú eigir eftir að flytja búferlum frá landshlutanum næstu 2 árum. Og svörin við þessu eru stillt upp með þessum hætti hér. Það er eingöngu notið þessi greiningarmynd. Þið sjáið að meðaltalseinkunn hvers landshluta einkenndur með þessari súlu sem hérna. Og þessum súlum raðað frá þeirri sem stæðst hérna lengst til vinstri til þeirri sem lægst hérna lengst til hægri. Og þið sjáið að síðan eru þarna rauður punktur, blár tígur og svo svart þverstrik. Þið sjáið hérna á merkingunum hérna fyrir neðan að meðaltal allra íbúa þessi gula súla. Unga fólkið með bláan tígul og konurnar eru með rauðan punkt og svo það fólk sem býr í dreifbýli eða sveitinni sem með svart breitt þverstrik. Við sjáum að þessu að ástæðan fyrir því að við tókum unga fólkið, konurnar og sveitina sérstaklega út vegna þess að þessir hópar hafa verið svona samkvæmt rannsóknum svona kannski viðkvæmasti hópurinn. Konurnar eru líklegri til að flytja brott heldur en kallar, ungir frekar en eldri og svo sveitin oft í mestri vörn frekar en þéttbýlið og hefur verið lengi. Og þess vegna viljum við taka þetta út og sjá hvernig staðan er. Og við sjáum þetta að þeim mun hærri sem súlan þeim mun hamingjusamar eru íbúarnir og þeim mun lægra á þessum skala sem við erum þeim mun óhamingjusamar eru þeir. Sjáum reyndar að skalinn fer frá 5 til 9 en í rauninni var einkunnin á bilinu 1 til 10 þannig ég í rauninni dróa svolítið inn bara til þess að sjá munin hérna á. Þannig að munurinn hérna frá því sveitafélagi því svæði sem efst og því sem lægst
í rauninni ekki svo mikill sem augað sýnir hérna þegar þið horfið á þessa mynd. Nú, það sem við sjáum hérna okkur til ánægju að konur eru bara svona heilt yfir álíka hamingjusamar og ef ekki hamingjusamar heldur en kallar. Unga fólki óhamingjusamara og það ennþá óhamingjusamara þeim yngra sem það verður. Ég var til dæmis með hópinn 18 til 24 ára og þar munurinn miklu meiri heldur en hér sýndur. Við sjáum það í Dölunum og þar óvenju mikið sterkt frávik ungra frá þeim sem að meðaltali segir. Og það virkilega áhyggjuefni fyrir það samfélag. Og síðan erum við með sveitina og hún örlítið óhamingjusamari heldur en þéttbýli Búðardalur. Þannig að við sjáum það hér svona svo ég taki eitthvað sem dæmi hérna fyrir hvernig maður les úr svona mynd. Svo öllum öðrum spurningum í þessum kafla er stillt upp með þessum hætti í skýrslunni og þið lesið þetta af svona. Og síðan kíktum við á vinnumarkaðinn og þar vorum við að skoða vinnusóknarsvæði einstaklinga, starfsaldur, bæði í viðkomandi starfi og eða atvinnugrein og ekki atvinnugrein heldur starfsgrein og síðan hjá viðkomandi núverandi atvinnurekanda. Svo skoðuðum við menntunarstig íbúanna og hversu viljugir og duglegir menn var að sækja sér sí- og endurmenntun og svo starfshlutfall. Framsetningin á þessum gögnum og þessum svörum alveg eins og í kaflanum á undan. Það að segja, við notum þessar súlur hérna fyrir meðaltal allra og svo skiljum við á milli ungs fólks, kvenna og karla og svo sveitarinnar og þeirra sem búa í þéttbýli. Og við sjáum hérna, ég gleymdi reyndar að minnast á það í öllum þessum myndum ég með eina súlu sem fyrir öll svæðin, meðaltal allra svæða. Bara svo það sé hægt að taka þá og sjá hvar viðkomandi svæði stendur meðaltal allra. Hérna sjáum við heilt yfir, þetta nú menntunarstigið sett fram og við sjáum að menntunarstig almennt hærra hjá yngra fólkinu og konum reyndar, körlum. Yngra fólk meira menntað heldur en eldra og konur eru frekar meira menntað heldur en kallar. Það var svona heilt yfir á það við alla. Nú, síðan það síðasti kaflinn sem búsetuskilyrði og þar ég pínlítið að nota svolítið misjafna greiningar. Ég með 3 mismunandi greiningar. Ein heitir stöðugreining og hún alveg eins og súlurnar sem við erum að nota hingað til. Síðan erum við temagreiningu og svo erum við sérstaka stöðu- og mikilvægisgreiningu. Þið verða að hafa hugfast að þættirnir sem við spurðum í búsetuskilyrðunum voru 40 og það mikið. Það verið að spyrja grunnskóla, leikskóla, það verið að spyrja þjónustu við aldraða og þjónustu við þá sem eru í fjárhagsvanda og ýmislegt bókasöfn, jafnvel og svo framvegis. Í temagreiningunni þá skipti ég þessum 40 þáttum í 5 temu. Heimilin, þættir sem snerta heimilin og síðan eitthvað sem snertir innviði, ríkið, samfélagið og svo sveitarfélagið. Þannig að það eru 8 í rauninni búsetuskilyrði í hverjum þessara þátta. Því 5 sinnum 8 eru 40. Síðan í stöðu- og mikilvægisgreininguna þá ég að reyna að skoða hver staða viðkomandi þátta og síðan mikilvægi þeirra og þá var spurt hversu mikilvægi telur þú viðkomandi þætti vera fyrir áframhaldandi búsetu þína í viðkomandi sveitarfélagi. Þannig ég stilli þetta svolítið saman og skoða hvort að það sé virkilega þannig að séu einhverjir þættir þar sem staðan mjög slæm og mikilvægi fyrir áframhaldandi búsetu mjög mikil. Mjög mikil. Og síðan vinn ég þetta fyrir hvert búsetuskilyrði og koma því betur á eftir. Í lokin tek ég síðan saman fyrir hvert landshluta eina einkunn í stöðu- og mikilvægisgreiningunni og svo umsögn algjörlega í lokin fyrir hvert landshluta. Ok, stöðugreiningin þá þessi, þetta þá 3. kafli búsetuskilyrði og ég tek þá í hvert búsetuskilyrði 40 í rauninni svona myndir. Þetta
búsetuskilyrði afþreying, möguleiki til afþreyingar á það sem viðkomandi býr. Og við sjáum að samkvæmt þessu þá eru norðanverðu Vestfirðir ánægðastir með það, en Dalirnir óánægðastir. Sjáum ekki mikil frávik innan þessara hópa, en takið eftir því að skalinn hérna á vinstri hliðinni, hann er alltaf frá 1 til 5, þannig að þetta er absolutt lægsta einkunnin, 1 sem var hægt að gefa fyrir þetta, og 5 var absolutt hæsta einkunnin og stóð fyrir að staðan væri mjög góð. Og svo var mjög slæm ef viðkomandi fékk einkunnina 1. Þannig hérna erum við svona, eins og til dæmis fyrir Dalina, þá erum við í rauninni í einkunninni 2,5 og fyrir norðanverðu Vestfirði þá erum við í einkunninni 3,5. Og 3 er svona hvorki né í rauninni þá, hérna mitt á milli mjög góður og mjög slæm. Ok, temagreiningin sem er þá önnur greining fyrir búsetuskilyrðin er þá sett fram í svona radarlíkani. Og þetta er flokkurinn heimilin fyrir Borgarfjarðarsvæði 2016. Og þá sjáum við í meðaltölin hérna allra þátttakenda, það er rauða línan. Og svo dreg ég Borgarfjörð sérstaklega út og einkunnina þar. Og við sjáum að á hverju horni, þetta er 8 líkan, og á hverju horni erum við að mæla eitt atriði innan búsetuskilyrðanna, og hér er möguleikar, atvinnurekstur stendur fyrir möguleikar á einu atvinnurekstri, svo er atvinnuúrval atvinnu hér, atvinnuöryggi hér, þjónusta við fólk í fjárhagsvanda, framfærslu kostnaður, launatekjur, hér er vöruúrval og svo vöruverð. Og samkvæmt þessu, þá skoðum við þetta út frá hornunum hér, og samkvæmt þessu þá eru Borgfirðingar miklu ánægðari með vöruverð heldur en íbúarnir, heldur en allir þáttakandi könnunarinnar. Sama gildir vöruúrval. Hins vegar eru þeir mun óánægðari með launatekjur. Við sjáum að rauði punkturinn hér á þessu horni, hann er mun utar heldur en blái punkturinn hér. Að öðru leyti er þetta síðan býsna líkt, nema kannski atvinnuöryggi. Þar eru Borgfirðingar heldur óánægðari heldur en meðaltal allra. Það er þó ekki víst að þetta sé marktækur munur, hann er svo lítill. En hérna þessir 3 punktar eru mjög trúlega marktækir. Þannig að á þessu getum við séð að Borgfirðingar eru sennilega heilt yfir, hvað varðar heimilin, svona býsna góðir. Já, það er engin veruleg svona, ef maður tekur mínus og plúsa, þá er þetta svona í nokkru jafnvægi. Við sjáum líka hvar þeir eru ánægðir og hvar þeir eru óánægðir. Þannig að menn geta svona út frá þessu kannski átta sig á því hvar skóinn kreppir og hvaða atriði þarf að huga að í þessu sambandi og bæta stöðuna. Nú, svo eru gerðar svona 5 svona greiningar fyrir hvert einasta svæði. Svæðin eru 19, þannig við fáum 5 myndir sinnum 19. Þannig þetta eru býsna margar myndir. Í heild held ég að skýrslan sé 200 myndir. Stöðu- og mikilvægisgreiningin er hins vegar svona framsett. Hún þarfnast kannski mestra skýringar, kannski flóknust. Þess vegna var ég til dæmis að setja fram stöðugreiningu því hún er svona þokkalega einföld. Þessi er aðeins flóknari, en segir samt frekar mikið í einni mynd, getum við sagt, og kannski á annan hátt. Og síðan er stöðu- og mikilvægisgreiningin, hún segir hlutina á pínlítið annan hátt, gefur manni færi á öðrum túlkunum og svona nálgun. Hér er bæði verið að bera saman stöðu og mikilvægi þeirra búsetuskilyrða sem eru til skoðunar hverju sinni. Hérna stendur náttúra, og það er í rauninni stytting á aðgengi að fjölbreyttri náttúru, og skýringar á þessum styttingum, á þessum heitum, svo við sjáum, það er ekki, skýring á því er að finna í töflum aftast í skýrslunni, hvað þetta þýðir nákvæmlega. En ég var að stytta þetta til þess að þetta yrði ekki of flókin lesning í gegn. En tökum nú eftir einu, nú ætla ég að útskýra þessa mynd. Við sjáum hérna X-ás, þetta er oft kallaður X-ás í svona línuriti, þessi lárétti, og svo þessi lóðrétti hér, hann er kallaður Y-ás.
Staðan á þeim, þið sjáu að X-ásin er í cirka 4,5. Þar að segja hann sker, hann í rauninni hittir hér fyrir í 4,6, sem þýðir það og ég fann þetta gildi út. Þetta var meðaltalið út úr allri könnuninni, þannig að X-ásin stendur hérna þar sem að meðaltal allra þátttakenda lá í hvað varðar aðgengi að fjölbreyttri náttúru. Y-ásin hins vegar stóð líka í meðaltalinu og hann var rétt rúmi 4,3. Þetta þýðir þá til dæmis, ef við tökum Árnessýslu sem dæmi, þá sjáum við það að hann er hægra megin við þennan lóðrétta ás, sem þýðir það að mikilvægið hér er meira fyrir Árnessinga heldur en meðaltal allra þáttakandi í könnuninni. Þess að mikilvægi þeirra fyrir aðgengi að fjölbreyttri náttúru er meira hjá Árnessingum heldur en meðaltal þáttakanda. En svo erum við fyrir neðan þessa láréttu línu, sem þýðir það að staðan er þá að jafnaði verri í Árnessýslu heldur en að jafnaði í öllum öðrum samanburðarlandsvæðum. Sem þýðir það að það er eiginlega verst að lenda í þessu mengi hér sem markast af því að vera í þessari mynd fyrir neðan og til hægri við ásana. Sjáum hérna. Þannig merkt með rauðu hérna, það er eiginlega svæði D. Svæði A er hins vegar best, því þar er til dæmis eins og Strandir og Reykhólahryggjur, að það er mikilvægi strandamanna meira heldur en og mest heldur en allra annarra, og við erum líka með hérna stöðuna besta heldur en á öllum öðrum stöðum. Og þannig að þegar við erum að skoða allar þessar myndir, þá kannski þegar þið eru að leita ykkar svæði, þá skiptir mestu máli að vera helst ekki á þessu svæði. Það er best að vera hér, það er næst best að vera hér og næst best að vera hér. Ok, kosturinn við þetta líkan er sá að hérna er bæði hægt að vigta saman stöðuna og mikilvægi, sem þýðir það að auðvitað er það þannig að ef einhvers þáttur er mjög sem sagt ef að staðan á honum er mjög slæm, en síðan er hann ekkert mikilvægur, þá kannski þurfum við ekki að hafa svo miklar áhyggjur af því. En ef að staðan er mjög slæm, en hann er mjög mikilvægur eins og fyrir Árnessýslu, að þá þurfum við að velta þessu aðeins meira fyrir okkur heldur en ef við værum stödd annars staðar í þessu mengi. Og þetta er auðvitað innbyrðis samanburður. Heilt yfir var auðvitað þessi punktur að koma frekar vel út, en hann kemur innbyrðis einna verst út fyrir Árnessýslu. Hann kemur illa út eiginlega miklu verr í Reykjanesbæ, en þeim virðist vera alveg sama, eða minna miklu, þeir láta sig ekki þennan punkt eins mikið varða eins og þá í Árnessýslu, og ég tala nú ekki Ströndum og Reykhólum. Þannig að þessa mynd er hægt að lesa svona innbyrðis og skoða á alla kanta. Kosturinn við þessa mynd er líka sá að oft eru menn ekkit endilega viljug til að bera sig saman við meðaltal þessara landsvæða, eða eins og þegar við Vestlendingar höfum framkvæmt þessa könnun eingöngu fyrir okkur, þá hafa til dæmis Skagamenn saknaði svolítið að vera með svæði sem er meira samanburðarhæfara við þá, því auðvitað er Akranes sérstaklega töluvert ólíkt restin af Vesturlandi. Þannig þeir eru kannski frekar að bera sig saman við Selfoss nágrenni og Keflavíkur nágrenni. Og þá einmitt geta Skagamenn bara valið sér það samanburðarsvæði, þeir geta borið sig þá hérna saman við Árnessýslu, sem er þó svona það bil Árborgarsvæði, og síðan Reykjanesbæ sem er hérna. Þannig þeir geta svona skoða sig í þessu ljósi. Það er nú svona kosturinn við þessa framsetningu. Nú þetta var ég búinn að útskýra, og að lokum þá í skýrslunni er almenn umsögn fyrir hvern landshluta sem er cirka 1 blaðsíða og sem byggir á þessum útkominu úr þessum yfirköflum 3, almenn velferð, vinnumarkaður og búsetuskilyrði.
Búsetuskilyrðakaflinn er hins vegar dreginn saman í konkrét einkunn og sett fram í þessari töflu hér. Og hér sjáum við að Dalirnir fá lægstu einkunn í þessari mælingu, hvað varðar búsetuskilyrði, og Skagafjarðarsýsla fær hæstu einkunn og svo Akranes fylgir þar fast á hæla þeirra og svo Vestmannaeyjabær hérna. Síðan getið þið séð í rauninni hvað viðkomandi svæði fékk margar bláar, grænar, gular og rauðar einkunnir og þá er verið að vísa til þessar einkunna hér. Blár, grænn, gulur og rauður. Ok, nú hérna síðan er ég í rauninni búinn að fara í gegnum þetta, ég ætla ekki að hafa þetta mjög langt, ég geti flett þessum glærum, örlítið stutt verkefnið, framkvæmd þess, þetta eru landshlutarnir aftur, hér er í rauninni samanburður á fjölda þátttakenda og úrtak og fjölda íbúa þess háttar yfir hvern landshluta. Hér er yfirlit yfir allar spurningar í könnuninni og ég fyrir þetta hratt yfir þetta núna, ég geti ítt á pásu til að skoða þetta, lesa þetta nákvæmlega. Og svo eru þetta búsetuskilyrðin 40 sem ég byggði stöðu og mikilvægisgreininguna á. Og þið getið skoðað þetta á staðan við spyrjum stöðuna í spurningu 11 og 15 hér að framan og svo komu þessi búsetuskilyrðin talin undir þeim alveg eins á báðum stöðum. Og svo er hérna örlítið hagnýtt gildi. Og svo annmarkana hérna. Ég þakka bara fyrir þetta og vona að þetta nýtist ykkur sem best. Gangi ykkur vel.